Komið sæl og velkomin í podcast Félagsráðgjafafélags Íslands. Í dag ætlum við að fara beint inn í eina stærstu umbreytingu sem að eiga sér stað í þjónustu við börn og fjölskyldur á Íslandi. Við ætlum að tala farsældarlögin og hvað gerist þegar þau eru ekki bara orð á blaði heldur lifandi verkfæri í daglegu starfi. Og við ætlum að kafa dýpra í Science of Safety, nálgun sem snýr við því hvernig við hugsum ábyrgð, samtal og lausnir. Spurningin einföld en svarið það ekki. Getum við raunverulega breytt kerfinu eða erum við enn föst í sama fari? Gestur minn í dag Páll Ólafsson, félagsráðgjafi með meir en 26 ára reynslu að vinna með börnum og fjölskyldum, bæði á vettvangi og innan kerfisins. Velkomin Páll. Takk fyrir. Segðu mér bara fyrst, hvar starfar í dag og hvernig lítur vinnan þín út í dag? Já, ég vinn á barna- og fjölskyldustofu og hef haft það skemmtilega verkefni núna síðan síðustu ár að vera framkvæmdastjóri sviðs farsældar og barnaverndar eins og það heitir í dag. Og þar hef ég fengið að koma að því að stýra innleiðingu á farsældarlögunum og styðja við sveitarfélög og ríkisstofnanir í innleiðingunni á þeim lögum sem tóku gildi 1. janúar 2022. Og síðan náttúrulega þetta skemmtilega verkefni sem innleiðing á Science of Safety sem svona fellur svo vel að farsældarlögunum og þeir eru í hugmyndafræði sem við hófum fyrir tæpu ári síðan innleiðingun á þeirri hugmyndafræði. Ég átti við viðtal í nýjasta tímarit til félagsráðgjafa og þar einmitt að fara yfir þetta og sko, mér finnst svo áhugavert að þar ertu líka að tala tengsl og sem einmitt þema blaðsins en tengsl á milli barna og fjölskyldu, foreldra, fagfólks og fagfólk og fjölskyldur og allt þetta, sko við eigum að vinna saman en við gerum það ekki alltaf. Hversu mikilvæg eru tengslin í starfi félagsráðgjafa? Ein lítil og létt. Ég held að þau séu bara eins og mjög margir sérfræðingar og þeir sem hafa skoðað vinnu fólks sem vinnur með fólki segir að tengsl það sem skiptir öllu máli. Síðan tækni, viðtalstækni og einhver svona reynsla og þekking auðvitað líka en tengslin eru bara yfir og allt kring og þessar nálganir báðar, farsældin og Science of Safety gengur mjög mikið út á það að valdefla foreldra og valdefla börn og valdefla þá sem vinna í þessum málum í félagsþjónustu og barnavernd í því að skapa sterkari tengsl og búa til sterkari samskipti innan fjölskyldna við fjölskyldur og þá meinum við fjölskyldur sko hvað maður að segja í breiðri meiningu, stórfjölskyldur, vini, jafnvel vinnufélaga sem gætu komið að því að hjálpa fjölskyldum sem eiga einhverjum vanda. En ef við tökum bara, þetta stór hópur fólk sem að vinna í málefnum hverjar fjölskyldu oft og tíðum, erum við að segja að fólk hafi ekki verið að vinna vinnunum sína nógu vel hingað til ef við þurfum að breyta kerfi? Einmitt, þetta bara mjög góð og þörf umræða vegna þess að við fáum oft að heyra þetta að hvað þið þá að þar með að segja að menntunin okkar og reynslan okkar sé bara ekki nógu góð eða það sem við séum að gera í dag sé ekki nægilega gott og það alls ekki þannig. Við bara vitum það að allt þetta stórkostlega starfsfólk sem að vinna með börn og fjölskyldur í félagsþjónustu, barnavernd og skólum og hinum ýmsu stöðum í heilbrigðiskerfinu til dæmis að það bara að gera mjög góða hluti en við getum gert betur. Við getum hlustað betur, við getum talað meira við fólk, við getum haft fólk með í samtalinu, við getum litið á fólk sem að það sé hluti af lausninni, að það sé að fólki sem við sem að vinna með geti komið með hugmyndur lausn, í staðan fyrir að við sérfræðingar þurfum alltaf að koma inn og stíga inn og eins og við séum með lausnina. Þannig að þetta fjallar svona einhver svona hugafarsbreytingu frá því að við sem sérfræðingar
þurfum að vita allt, kunna allt, fylgja öllu eftir og bera ábyrgð á öllu ferlinu, þá erum við svolítið að segja, við ætlum að tala við ykkur, fá ykkur til þess að vera með í því að búa til lausnina og við ætlum að skilja síðan lausnina eftir hjá ykkur þegar við förum. Þannig að ábyrgðin sé þar. Það er svona kannski einhver svona grunnhugmynd í þessu. Er það ekki oft þannig að þegar maður er komið með fólk á þann stað að það sér hver vandinn að þá er það oft líka með lausnina? En við þurfum, eða hvað, þurfum að hjálpa þeim að finna það. Já, og það er alveg kunst og ég held að þetta sé kannski líka eitthvað svona mótsvar við því að félagsráðgjafar, bara eins og aðrar stéttir sem vinna með fjölskyldum, finna það fer meiri tími í skriffinsku og meiri tími bak við tölvunar, meiri tími þegar að skrifa skýrslur en minni tími að vinna með fólkinu sjálfu. Stundum talaðum að bara 20% af starfinu okkar sé í því eða jafnvel 10% sé í því að tala við fólk en allt hitt er einhvers konar skriffinska og fundarhöld og þessar báðar þessar aðferðir eða báðar þessar bæði farsældin og sense og safety ganga mjög mikið út af það, reynum að minnka þetta, reynum að auka samskiptin okkar við fólk. Það þýðir auðvitað sjálfsögðu að við þurfum að læra einhvers konar nýja nálgun eða nýja hugafarsbreytingu eða fara inn í einhvern svona fasa þar sem að það verður aldrei snúið til að byrja með það, því við erum að gera hluti sem við kannski ekki gert áður nægjanlega vel, en þegar það er síðan komið þegar við erum komin á stað og þegar við erum komin inn í það að þetta verður svona okkur eðlilegra, þá er þetta bara held ég eitthvað stórkostlegt og það er það sem fólk segir sem hefur lært þessa nálgun sense og safety og það er sveitarfélög sem hafa innleitt farsældina samþætta þjónustu, þau segja bara við munum aldrei snúa við munum aldrei hætta að nota þessar aðferðir. Þetta er bara komið inn í DNA-ið okkar eins og einn góður kollegi minn hefur sagt. Já, en sko hvað þarf að gera svo til dæmis að farsældarlögin verði sko lifandi verkfæri í daglegu starfi? Þetta segðu okkur aðeins bara fyrir þá sem eru að hlusta og vita ekkert hvað við erum að tala í sambandi við farsældarlög. Hvað er það? Já, hvað er það að gera? Já, förum bara með það. Ég menn í byrjun þá var spurningi þessi, af hverju fjölgar tilkynningu til barnaverndar stanslaust? Og það er þannig að tilkynningum til barnaverndar þjónustum á landinu, þeim fjölgar mjög mikið og það eru cirka 10% barna á Íslandi til vinnslu hjá barnaverndar þjónustum á landinu. Það er dálítið há tala. Er það hátala á Íslandi eða er það hátala þú berðið saman við önnur lönd? Já, sko, nú er það þannig að það er erfitt að bera saman milli landa, en allavega það land sem að við, eða þau lönd sem við svona getum borið okkur saman við, skandinavísku löndin, þá er það svona, þetta er kannski svona í hærra lagi, en það er líka erfitt að bera saman að því að til dæmis í öðrum löndum eru lögreglumál ekki unnin inn í þessu, þau eru sér, þannig þau eru ekki inn í tölfræðinu, þannig þetta er aldrei snúið að bera saman, en allavega hefur til dæmis í Noregi líka fjölga tilkynningum stöðugt, þannig að það er eitthvað með þessi 2 ríkustu og hamingjusumustu lönd í heimi sem gerir það verkum að það er eitthvað sem ekki er nægjanlega gott hjá okkur í kringum börn. Það er þetta gott að börn séu tilkynnt en það er gott að það þurfi að tilkynna svo mörg börn. Og þá var spurningin þessi, hvað getum við gert til þess að stoppa þetta, að fækka þeim málum sem eru í barnaverndarþjónustu? Getum við byrjað fyrr? Því að það er það sem að þessi börn sem í barnaverndinni segja þegar maður spyr þau af hverju ertu hérna staddur eða af hverju ertu hérna stödd að tala við einhvern manni í skrifstofu í félagsþjónustunni eða skrifstofu í barnaverndinni, þá segja þau eiginlega öll sama hlutin. Þau segja öll, það var enginn sem að hlustaði þegar ég bað aðstoð, það var enginn sem sá mig þegar ég þurfti á því að halda, það var enginn sem hjálpaði mér, það þótti engum ég mikilvæg þegar ég þurfti á því að halda. Svo er það kannski ekki víst að hafa verið þannig. Nei. En þau skilja það þannig, þau skynja það þannig og þá er það þetta, getum við byrjað fyrr? Spurði einn góður ráðherra sem byrjaði á þessu og hann sagði bara, ok, ef við þurfum að byrja fyrr, hvernig við að gera það? Og það var þetta hugsun að setja inn einhvern sérfræðingin í hvern einasta skóla, hvern einasta leikskóla, svona einhvern félagsráðgjafa sem að geti verið þessi aðili, það hefði kostað ótrúlega mikið. Þannig að í staðinn var ákveðið að fara þá leið að inn í öllum leikskólum, grunnskólum, framhaldsskólum, heilsugæslum væri það sem kallað tengiliður farsældar. Það er semst einhver starfsmaður
sem að fær það verkefni að vera til staðar þegar að barn eða foreldrar þurfa að tala vanda sinn við einhvern og þá segja þetta margir, já en við erum alltaf að þessu, ég meina kennarar hafa verið að hjálpa foreldrum, leikskólakennarar, grunnskólakennarar, deildastjórar, skólastjórar, skólasálfræðingar, skólahjúkrunarkonur og hjúkrunarfræðingar og allir mögulegir aðilar. En við erum bara að segja, ok, það er bara flott, haldið því áfram, en við bætum þessum við. Þannig að hann hefur tíma til þess að tala við foreldrar og barn. Ef að hann getur leyst málið, vandan, þarna, meðan hann lítill, minni, auðuleysnari, það er bara frábært. Hann getur líka nota verkfæri skólans, hann getur líka leitt áfram, hann getur tengt saman fólk, hann getur samþætt þjónustu á þessu fyrsta stigi, eins og leikskóli, grunnskóli, framhaldsskóli og heilsugæslur. Og fyrir börn sem ekki í skóla, þá vera til tengiluð farsaldar í félagsþjónustu. Ef þessi tengiluð getur ekki leyst vanda fjölskyldunar eða vanda barnsins, þá getur hann óskað eftir því að málstjóri farsaldar sem vinnur hjá félagsþjónustu að hann taki við málinu og hjálpi þá foreldrunum, hjálpi fjölskyldunni, hjálpi barninu. Og það þýðir að hann má búa til svoköllu stuðningsteymi þar sem við fáum inn eftir samtal við foreldrana, samtal við barnið ef að það á við. Hey, hverjir gætu komið að lausn málsins? Hver gæti verið lausn að vanda málsins? Já, fáum þennan, fáum hérna skólahjúkrunarfræðinginn, fáum hérna íþróttaþjálfaran, fáum hérna, skilur, þá tínir hann inn í stuðningsteymið þá sem hann og foreldrarnir og barnið ef að það er með aldur og þroska til að geta verið með þessu samtali og búið til stuðningsteymi sem að foreldrarnir og barnið eru í. Þegar maður allavega búið að vera í, svo getur þau valið að vera kannski ekki alltaf á þessum fundum eða koma inn á það og fara svo. Þau getur valið að það með sér einhverja stuðningspersonur og þannig er reynt að leysa vandan. Þannig að þannig erum við að segja, reynum að leysa það þarna strax í byrjun, ef það tekst ekki, þá allavega þarna aðeins ofar í kerfinu, leysum það þar. Þannig að þurfi ekki að fara upp á þriðja stigið eða fá þjónustu frá þriðja stiginu sem er þá barnavernd og eitthvað svoleiðis úrræði. Hversu mikilvægt er það að þínu mati sem félagsáðgjafi að þessi tengiliðir séu félagsáðgjafar? Við sjáum alveg að mörg sveitafélög ákváðu að þetta yrðu deildastjórar í skólum eða sérkennslustjórar í leikskólum eða einhverjir með álíka ábyrgð sem er bara frábært en við sjáum að mörg sveitafélög er að snúa tilbaka af þeirri stefnu vegna þess að þessir alveg vanir að vera kannski með þyngri og flóknari mál heldur en þessi tengiliður ætti að vera með. Þannig að ég sé ekki alveg þörf að því, það væri bara alveg frábært eða það væri skólafélagsráðgjafi í öllum þessum skólum og öllum þessum leikskólum en þetta þarf kannski ekki alveg að vera það þarna því við leggjum áherslu að þetta er snemmtæk íhlutun. Þarna á þessi tengilur hefur tíma til að tala við foreldrana, tala við barnið, fer eftir ákveðnum matsblaði sem við erum búin að búa til hjá Barna- og fjölskyldustofu sem að flestir nota og bara komast að niðurstöðu ok, hann á að vera meðvitað úrræðalista sveitafélaga hafið þið pröfað þarna, ég sé að það er einna námskeið fyrir stúlkur sem eru með kvíða hafið þið pröfað að skoða það eða þarna er einna Dale Carnegie námskeið hafið þið pröfað, skilur eitthvað svona sem hafið geta reynt að finna lausnin þarna strax í byrjun en absolutt finnst mér að það ætti að vera málstjóri farsaldar ætti að vera félagsráðgjafi og en það var ekki sett inn í lögin? Það er ekki sett inn í lögin en það er sett inn í lögin að þau þurfa að uppfylla svona einhverju kröfu til svona reglugerð tengilið og málstjóra. En þá kannski er okkar vandamál að við eigum ekki nógu marga félagsráðgjafa á Íslandi þó við vildum og það er hins vegar önnur umræða sem fyrir mig. En sko þú sagðir að það væri einhverju sem segðu við myndum aldrei snúa tilbaka sko hvaða sveitafélög eru komin lengst í að innleiða farsældarlögin? Við náttúrulega erum sko það var þannig að í byrjun á innleiðinguna á farsældarlögunum þau tóku gildi 1. janúar 2022 og þá vorum við þetta bara að reyna svona öðla sameilegan skilning á því hvað þýðir þessi lög, hvernig á að skilja þau og þetta er svolítið íslensk aðferð það var kannski ekki allt tilbúið, stuðningsefnið var ekki tilbúið við urðum til sem stofnun á sama tíma, farsældarsvið Barna- og fjölskyldustofu var til á sama tíma mig grunar að önnur lönd hefði ekki gert þetta svona, allavega ekki skandinavísku vinir
vinir okkar. Þeir hefðu verið búin að undirbúa þetta betur og pröfu þetta, en við bara keyrðum á þetta og gerðum þetta og þá fengum við til liðs við okkur 4 sveitarfélög sem við kölluðum frumkvöla sveitarfélög sem eru Akranes, Árborg, Akureyri og Vestmannaeyjar og stundum hleyjaði völduðu bara fyrstu sveitarfélögin í starfsröðinu og svo síðasta. En gerðu þið það ekki? Já, þetta var aðalega vegna þess að þetta var áhugasamt fólk sem að vildi vera með og það var gott að vera í samstarfi við þau og síðan hefum við og þau svona gengið, ég segi ekki grýttan veg en ég meina alls konar, við þurfum að taka skref áfram, taka skref aftur og bak, taka samtalið, hvernig skiljum við þetta, hvernig á að vinna þetta, má gera þetta svona, nei, já, þá skulum við aðeins snúa á leið, þannig að ég myndi segja að þessi sveitarfélög væri náttúrulega komið lengst, en síðan eru mörg önnur sveitarfélög sem eru komið mjög langt, sem að voru til dæmis komin með einhvers konar snemtakar aðferðir inn í sín sveitarfélög, bara eins og betri borg fyrir börn í Reykjavík, en það getur líka truflað þegar þá eru menn stundum svona fastir í gamla horfinu og eru að reyna aðlaga farsaldalögin að sínum vinnulagi í staðan fyrir að aðlaga vinnulagið að farsaldalögunum. Þannig að þetta getur verið bæði kostur og gallar við að hafa verið komin af stað. Ég nefnir bara svona sveitarfélag eins og Múlaþing með sitt Austurlandslíkan sem að Hafnarfjörður var komin af stað með brúnna. Þannig að alls konar svona aðferðir eða verklög sveitarfélaga hafa þetta bæði reynst þeim vel en líka stundum getur það verið áskorun. Já, fælast fyrir. Já, en þannig að það eru bara mörg og sum sveitarfélag lögðu áherslu á tengiliðina sína og eru komin vel á vegum með tengiliðina og við gerðum þetta kannski á fyrstu 2 árunum vorum við kannski svolítið að horfa á bara þá sem grunninn, styðjum við tengiliðina, búið til efni fyrir þá, komum þeim á stað og núna erum við svolítið að snúa okkur að kannski þá félagsþjónustinu og svo sérstaklega barnavendinni. Við þurfum að fá þau með í þessa hugsun af því að þetta er ekki bara þetta á ekki bara við þessa snemtæku íhlutun að fá þjónustu á fyrsta stigi, þetta líka á öðru og þriðja stigi. Það á líka samþætta þjónustu. Það á til dæmis í lögunum, farsaldalögunum að þau hafa þau áhrif á barnaverndarlögin, að inn í barnaverndarlögin er komin lagagrein það að öll börn sem eru vistuð utan heimilis skulu vera samþætt málin þeirra. Sem er þetta bara algjörlega eðlilegt. Að barn sem er í fóstri eða barn sem er vist á meðferðarheimili eða barn sem er á vistheimili að það sé teymi í kringum barnið sem að fylgist vel með og sé samtaka hvernig á að vinna máluð í hvað áttum að fara og allir séu upplýstir ef eitthvað kemur upp á og þar inni ættu sjálfsögðu að vera þá til dæmis starfsmenn frá meðferðarheimili eða starfsmenn frá vistheimili eða fósturforeldrar. En þetta þarf þetta að skoða, þetta er ekki, við erum ekki komið ákvað, við verðum líka stundum að muna, við erum á ári 5 í innleiðingu og það getur kannski mörgum fundist mikið og akkur ekki komið lengra en svo heilsum upp á vin okkar í Skotlandi sem eru búin að vera innleiða Getting it right for every child sem er svona vissuleiti fyrirmynd eða svona inspiration allavega fyrir okkur kringum farsaldalögin og þeir eru á ári 21 og þeir eru ennþá skilur akkur er ekki komið lengra, akkur er ekki komið með þetta. Þetta er náttúrulega bara langklöp. Þetta er langklöp. Já. Og það má kannski segja líka að sumstaðar gengur það betur og sumstaðar gengur það hægar þannig að við hefðum viljað að til dæmis heilbrigðiskerfið væri komið lengra af stað í innleiðingu á farsaldalögunum. Það hefur reynst flókið eða reynst erfitt. Og er búið að greina hvers vegna það er? Af hverju er það flóknast þar? Já, það væri nú annað podcast bara en það eru þetta kannski bara í einhverju mjög einföldu máli er kannski hægt að segja að þetta góða samstarf okkar við mennta- og barnamálaráðuneytið, það hefur einhvern veginn stutt svo við okkur og okkar samtal síðan við félagsþjónustu og skólakerfið og þann pakka að kannski hefðu þurft dýpra samtal eða meira samtal eða meiri samvinnu við heilbrigðisráðuneytið og það er það sem við erum að reyna að gera. Við erum alltaf í samtali og að reyna að mjaka þessu áfram. Talandi einmitt samtal af því að þú ert að segja að þið eru á 5. ári í þessu nákvæmlega, við erum að fara í kosningar það verða kosningar í vor hefurðu þörf fyrir að fræða hvað er maður að segja, bara frambjóðendur hverju þetta skipti fyrir hvert og eitt sveitafélag vegna þess að þetta er þó að koma ofan þá er þetta samt í raun og veru sveitafélagin sem þurfa að framfylgja þessu lögum.
ekki satt? Jú, sko, ef maður mætti segja eitthvað við þá sem eru í frambæði núna og ætla að fara að taka að sér að stýra sveitarfélögum, þá held ég að það sé það að þetta er ein besta fjárfesting sem nokkuð sveitarfélag getur nokkuð tíman farið út í, það er að styðja við innleiðingu á farsældarlögunum og sjá til þess að við leysum málin áður en þau fara að kosta okkur ótrúlega mikla peninga á þriðja stiginu. Við erum að tala forvarnir líka. Já, og fyrir utan það, bara að tala beinharða peninga sem oft það sem að frambjóðendur vilja tala en fyrir utan það bara hvað við hjálpum fólki, bara hvað við komum veg fyrir mikið vanda, mikla þjáningu bara og hvað við hjálpum fjölskyldum að halda áfram að vera fjölskyldur, foreldurum að halda áfram að geta verið í vinnu, kennurum sem líður betur, starfsfólki sem að vinna með börnum sem líður betur, þannig að það er stundum talað að fyrir hverja krónu sem sett í þetta fáum maður 6, 7, 8 krónur jafnvel tilbaka. Þetta er besta fjárfesting, það er búið reiknum út. Besta fjárfesting sem að ríkið hefur nokkuð tíma, ríki og sveitarfélag hafa nokkuð tíma farið út í. Já, þetta er mjög mikilvægt. Af því að menn hafa uppgötað það, sem að skrítamenn hafa ekki vitað af, að börn eru nefnilega besta fjárfesting allra samfélaga. Ef við ekki eigum börn og þau verði síðan að fullorðnum sem að fara að vinna, sem að fara að gera eitthvað skapandi, sem verða listamenn eða sem eitthvað sem þau bara færa samfélagin okkar. Ef við missum þau, þá kostar það okkur alveg ótrúlega mikið. Þannig að í öllum skilningi. Þannig að sko, ef að sveitarstjórnar fólk vill sínum sveitarfélögum vel, þá ættu þeir að leggja áherslu á það, við ætlum að gera allt til þess að hjálpa fjölskyldum snemtæk íhlutun. Og það er í raun og veru sama og farsældarlögin. Það er það. Farsældarlögin eru rammi sem að gefur okkur leyfi til þess að vinna svona, gefur okkur leyfi til þess að miðla upplýsingum á öruggan hátt, alltaf í samtali við foreldra og alltaf í samtali við barnið ef það hefur aldur og þroska. Þannig að þessi rammi sem við erum búin að fá með farsældarlögunum gefur okkur leyfi til að vinna svona. Auðvitað hefur fólk unnið svona, það hefur verið teymisvinna, það hefur verið ótrúlega flottir starfsmenn sem hafa gert ótrúlega flotta hluti og ég nefni bara eins og fjölkerfa meðferðin hjá okkur á barnafjölstofu, MST teymin okkar sem að vinna með fjölskyldum að ná tökum utanum vanda barna sinna. Það er bara nákvæmlega sama. Búum til sameilega sín á það hver er vandinn, hvernig á að leysa hann og fáum inn fólk sem að hjálpar fjölskyldur til að leysa þennan vanda. Þannig að þetta er hægt og þetta hefur verið gert, þau hafa gert þetta í mörg ár í MST-teimunum og það gengur alveg. En það vantar að fræða bæði almenning og frambjóðendur til sveitarstjórnarkosninga. Já, það má segja það. Það er reyndar til síða sem heitir farsælbarna.is sem er bara ótrúlega einföld og góðar skýringar á því hvað þetta er allt saman og þar er bæði á pólsku, ensku og íslensku og þar er til dæmis hægt að fara inn á fyrir til dæmis áhugasama stjórnmálamenn er hægt að fara inn á og aðra, er hægt að fara inn á það sem heitir mælaborðið farsælt, þar er hægt að sjá bara hvernig svæðum á Íslandi líður, hvernig líður börnunum, það er náttúrulega mjög mikið upplýsingar upp úr íslenskri æskuliðs rannsókninni sem að þetta mælaborð byggir alveg mikið á henni en líka öðrum upplýsingum. En það verðist eins og að sé ekki alveg eins mikil áhug fyrir því að koma því á framfæri eins og að segja okkur daglega frá því hvað ungir strákar séu mikið baggi á þjóðinni, það sé bara þú veist, hvað bara mig langar að heyra þína skoðun á þeirri umræðu. Hvað er hún að gera gott fyrir okkur? Sko, já, þetta er svo áhugavert, sko, þessi áhersla á það sem er að. Ég væri svo til í það að allavega ríkismiðlinn okkar væri með jákvæðri fréttir og myndi jafnvel sýna fram á og styðja við og fræða meira það sem að, eins og þetta, veist, bara hvernig getum við stutt við innleiðingu á alls konar svona sem geti hjálpað fjölskyldum og hjálpað börnum. En það virðist vera að það sé dálítið mikil áhersla á það sem er að og það er auðvitað einhver svona bylgja sem gengur núna yfir heiminn, það er einhver svona að kenna öðrum og eitthvað svona og veist, hún er auðvitað hér líka.
það ekki ástæðulaus að sumir flokkar eru að ná einhverjum hæðum sem maður hefði aldrei trúað fyrir nokkrum árum síðan að væru til þannig að það ágefni og þá getur maður hugsað líka ok, ef þessi strákar eru svona erfiðir og eru svona og fólk finnst þeir svona hættulegir eitthvað hvað erum við að gera þá? Hvað hefðum við geta gert í fyrsta leið? Hvernig getum við stoppað fleiri krakka frá því að fara þessa leið og hvað getum við gert fyrir þessa krakka þar sem þegar þeir eru komin þangað? Þannig að þetta er ekki, við erum ekkert rosalega mörg og þetta er ekkert rosalega margir krakkar en það þarf auðvitað að gera eitthvað og eitt dæmi sem við erum að gera svo ég skjóti þínu inn hérna að sveitafélögin og höfuðborgarsvæðinu eru búin að taka sér saman að búa til svona bráða viðbragðsteymi sem kallað Púlsinn sem að bara stekku til ef að börn verða uppvís af ofbeldi, að því að beita ofbeldi eða hóta ofbeldi og það er semst eitt af viðbröðunum við þessu, bara strax ætlum að fara strax inn í málin þetta teymi er að fara að staða þessa dagana, það er ekki formlega búið að opna það, þannig að það má bara tala um það í þessu podcasti sko. Já, en þetta er alltaf gerast Já, það er alltaf gerast En ef við færum okkur þá núna yfir í Science of Safety og bara sem segðu mér aðeins það hverju breytir það sko, að maður segja að farsældarlegin sér svolítið svona yfir og allt kring og svo kemur þessi aðferðafræði Já, það er svo gaman að mér finnst það bara svo gaman að við skulum vera farin að innleiða Science of Safety fyrir COVID þá ætlum við að fara af stað með Science of Safety og voru svona komin áleiðis en svo gerðist þetta blessað fár og þannig að það stoppað og kannski var það bara allt í lagi af því að þá vorum við ekki komin með eins og farsældarlögin en núna eru þau komin og gefa okkur þennan ramma sem gerur okkur kleift að vinna svona þegar núna þegar við förum aftur á stað að skoða Science of Safety aðeins segja frá því hvað það er rétt bráðum að þá sjáum við það að farsældarlögin leyfa okkur þau gefa okkur þennan ramma til þess að vinna eins og Science of Safety á að vinna og Science of Safety er líka bara eins og kannski farsældarlögin og má kannski segja að Science of Safety er bara svona verkfæri vinnu aðferð til þess að vinna með börnum og fjölskyldum á sama hátt og hugmyndafræði farsældar en auðvitað hún þar kannski ekki á fyrsta stigi þó sumt megi alveg nota á fyrsta stigi hún meira kannski svona þegar börn þurfa þjónustu á öðru stigi eða á þriðja stiginu Science of Safety gengur út á það að við sérfræðingarnir ætlum að þegar við fáum áhyggjur af börnum inn á borð til okkar þá verðum við að hugsa við ætlum strax að fara inn í málið við ætlum strax að tala við foreldrana, tala við barnin finna út í hver er vandinn hverju getur komið að lausn vandans og þetta er mjög svona hvað maður að segja mikill rammi, þetta er tímasett þetta er þú er að vinna mjög svona hvað maður að segja effektíft já, effektíft, hvað er íslenskt orðið það? Já, eitthvað vonum fólk skilja okkur og síðan eru svona verkfæri sem þú getur notað inn í þetta bara eins og ef þú vilt tala við barn þá notar þú það sem heitir húsin 3 það er á ensku er þetta House of Worries, House of Good Things and House of Hopes þannig að á íslensku er það ekki eins svona, en það er sama og þá er þetta geta börnin tjáðs í gegnum bara með því að teikna og jafnvel skrifa inn í þessi hús og svona alls konar auðveld verkefni eða verkfæri sem eru notuð í Science of Safety og Science of Safety er þá að segja í staðinn fyrir að við sérfræðingarnir segjum, hei, við vitum hvað þið þurfum að gera til þess að þetta lagist þá spyrjum við fólk ok, nú er staðan þessi getum við verið sammála um það, við ætlum að láta börnum líða betur já, flestir samforeldrar ef ekki allir eru sammála um það alveg sama hvað þau hafa gert já, ok hvað gæti verið lausnin af þessu og svo er bara, og við erum með þetta svona bottom line, við verðum að tryggja öryggi barns, hvernig getum við gert það hverju geta komið að því, hvað aðrir geta stutt ykkur þannig að þetta gengur mjög mikið út á að finna networkið, hvað er það netið í kringum þessi börn og netið hjálpar foreldrunum og þá barninu eða hefur aldur og þroska enn og aftur til þess að finna þá lausn og hvernig við höldum við lausninni hvernig tryggjum við öryggi barnsins hvernig tryggjum við þetta gerist ekki aftur hvernig, bara og þannig að við getum þá stigið tilbaka úr málinu þegar við erum
þegar þetta er orðið good enough, þetta er orðið nógu gott þess að barnavernd þurfi ekki verið inn í því, þá getur kannski þurft einhverja aðra aðstoð en ekki barnavernd og þá getur við snúið okkur að því að næsta, af því að auðvitað er hluti að því sem að er vandi núna og það sem við fáum sem viðbröð við því þegar við erum að innleiða bæði farsæld og sense og safety það er ómikið að gera hjá okkur, við getum ekki gert þetta og þannig að auðvitað þarf að taka bara alvöru samtal vinnu álag í félagsþjónustu í barnavernd og ýmsum öðrum stöðum þar sem börn eru ég meina, auðvitað er vont að þessu langir biðlistar en hvað ætlum að gera á meðan biðlistarnir eru hvað ætlum að gera fyrir barn meðan það er að bíða þannig að það er alveg ýmislegt hægt að gera og það eru líka margir góðir hlutir að gerast víða annar staðar, ég meina bara svo miðstöð menntun og skólaþjónustu einlega svona hugmyndafræði inn í skólana, hvernig getum við aðlagað skólaumhverfið að börnunum þannig að horta á það sem lausn og kannski sem vanda líka í staðan fyrir að horfa á börnin sem vanda þannig að Science og Safety er allavega reynir með bæði þessar hugmyndafræði og svona einhvern svolítið eins og farsældin þú þarf svolítið að snúa við ég er sérfræðingur, ég er með mína menntun ég er með mína reynslu en ég veit ekki allt þú ert sérfræðingur í þinni fjölskyldu þú ert sérfræðingur að vera barn í þessari fjölskyldu ég þarf að hlusta á þig ég þarf að heyra hvað þér finnst og ég þarf að taka tillit til þess ég get ekki gert allt, ég get ekki lokað þessu máli við þurfum að halda það opnið þar til að við erum orðin örugg hvað getum við gert og svo notaði svona yndislegar aðferð eða verkvar eins og skalaspurningu frá 1 upp í 10 þessum 10 er að þetta máli er bara í algjöru messi og það er bara við þurfum að taka barnið af heimilinu og einn er þannig að einn er þannig að málið er algjöru klessu við þurfum að taka barnið af heimilinu og 10 er það bara þetta er bara hamingjusamasta fjölskyldi í heimi hvar myndu þið telja að þið væruð? 3? Ok, 3, það er ekki það er betur en 2 hvað þarf þess að komast upp í 3,5 eða 4 eða hvert myndu þið vilja fara ég væri til náttúrulega að fara 7 ok, hvaða skref þurfum að taka til að komast þetta er og hvernig, segðu við bara svona dæmi hvernig hefur þetta virkað hvernig snýrðu við samtali sem kannski virkar alveg gjörsamlega frosið þegar að fólk kemur inn í það að vilja fara úr 3 í 7 Já, ok, nú er kannski reynslan, við erum bara ekki eins og komið 1 ár í innleiðingu á Science og Safety, við erum bara að halda grunnnámskeið og framhaldsnámskeið fyrir næstum 400 manns af ótrúlega hugrökku og duglegu og bjartsýnu og jákvæðinu starfsfólki í félagsþjónustu og barnavernd og all land 4 námskeið hérna á höfuðborgarsvæðinu 1 á Akureyri og 1 á Egilsstöðum og bara alveg frábært að vera að vitna að því hvað fólk er jákvætt og það er það sem að bresku kennararnir og einn frá Svíþjóð sem eru að þjálfa þetta fólk þau segja, þau hefur aldrei kynnst þessi jákvæðu fólki og hvað veldur? Það er eitthvað svona kraftur í Íslendingum bara, já, við ætlum að gera þetta og þau geta alveg sagt og ég skilnum það, sumir segja að það sé allt mikið að gera og það er mikið álag og ómörg mál, en við ætlum samt langar að gera þetta, langar að vinna betur þau langar að vinna svona, þannig að þau allavega eru mjög jákvæð. En það er eitthvað þá fyrir ekki í kerfinu sem að þau eru að sjá í verkfærunum sem að gefur þeim þessa von. Já, það er það og þeir sem hafa unnið með þetta erlendis, bæði Svíþjóð og Bretlandi og Ástralíu og Írar til þess búin að innleiða þetta, Eistar er að innleiða þetta inn í sína barnavernd, þetta er komið inn í mjög mörg sveitarfélög í Svíþjóð, í Danmörku, Hollandi, það er mörg lönd mörg fylki í Bandaríkjunum og Kanada er að taka þetta upp. Þannig að, og það sem að starfsfólki segir, já, heyrðu, það er svona sem ég hélt ég myndi vinna þegar ég útskrifaðist sem félagsráðgjafi. Já, akkurat. Mér hlýnar svo mikið í hjartanu að hlusta á það. Já. Og já, hvernig snýr maður við samtali? Maður snýr samtali, bara eins og margir eru ótrúlega færir í að stoppa þetta ég og þú og við og þið. Og þetta bara, að hafa alltaf þessa hugsun, þegar ég fer inn í barnaverndarmál, þá veit ég ekkert þessa fjölskyldu, þessa stöðu. Ég er búin að fá einhverja upplýsingar, ég er búin að fá eitthvað sem ég þarf að vita, ég er með einhvern svona grunn, eitthvað en ég veit ekkert hvernig ég er að vera í þessari fjölskyldu. Ég þarf að vita það. Ég þarf að hlusta, ég þarf að sjá þetta fólk, ég þarf að tengjast í einhver leiti, eða allavega þannig að fólk viti til hvers ég ætla staðum, þannig að ég geti farið út úr málinu. Já. Og ég hef séð fólk vinna í svona málum þar sem þeir snúa við neikvæðni, jafnvel árásarhegðun, jafnvel svona reiði, bara með því að segja bara ok, getum við samt verið sammála það að barninu ykkar
líði betur. Já, það er allir saman á það. Ok, á skalanum 1-10, þar sem barnið er ótrúlega hamingjusamt 10 og barnið líður ekki vel 1, hvar myndið þið segja það væri núna? Flestir eru svona, já, ég myndi alltaf segja 5 eða 6 eða 7 eitthvað, ok, það er frábært. Ok, börnin eitthvað segja hérna í húsunum 3 að þeim líði ekki vel þegar mamma og pappi er að rífast og mamma og pappi er að slást. Já. Hvernig haldið að þeim líði þegar, hvar á skalanum værið þið þegar þetta er að gerast? Já. Bara, shit, já, þau eru bara 2 eða eitthvað. Já, ok, hvað þurfum við að gera til að koma upp í 4? Eða hvert viltu fara? Ég verð helst að fara upp í 10, ok, ef maður taka það í skrifum ef maður byrjaði kannski að fara hvert? 5, já, 5 hvað þarf að gerast þess að fara upp í 5? Og þetta er einhvern svona hætta þessu pressu að þau viðkynna, já, ég er að drekka, já, ég er beitt ofbeldi, þetta er bara, veist, við ætlum að tryggja öryggi þessara barna, svona tryggjum við það, svo tryggjum við það að börnin geta látið vita ef eitthvað er að, það er alls konar aðferði kringu það, börn sem eru með svona einhver svona, til dæmis eins og bánsa á leikskólanum, ef bánsinn í fataklefanum snýr fram, þá er allt í lagi, ef þau snúa honum við, þá er einhver að tala við barnið. Já. Barn sem hefur símanúmer hjá afa sínum eða ömmu, þannig ef barnið hringir í afa og ömmu, þá verða þau að koma og tala við barnið. Já. Það er einhver svona öryggi. Já. Þannig að þetta er ótrúlega spennandi nálgun og svona, en stundum er hún alveg áskorun, það er alveg áskorun bara, wow, getum við skilið börn eftir í svona aðstæðum og það auðvitað er munur á Ástralíu og Íslandi og það er munur á Bretlandi og Íslandi en einhvers staðar í grunninn þá erum við að tala um sömu hlutina, þá erum við að nota sömu nálganir og ég held að þetta sé bara ótrúlegt tækifæri og ég náttúrulega þakka fyrir það að við fengum mjög stóran og veglegan styrk frá starfsþróunarsetri Bandalags háskólamanna fyrir þessari innleiðingu og við værum ekki komin að stað ef við hefum ekki fengið styrkin frá þeim þannig að það er bara þannig. Já, það er þannig. Það er grunnurinn í því. Við sóttum styrk þeirra og fengum bara mjög veglegan styrk og erum bara mjög þakklátt fyrir það. Og þannig að fyrstu 3 árin eru tryggð. Já. Og svo þetta viðbót frá mennta- og barnamálaráðuneytinu og svo þetta stofan leggur til starfsfólk og alls konar þannig að hjá okkur eru núna 2 frábæri starfsmenn sem er að innleiða Science og Safety og er að skipuleggja allt saman með þessu heimsamtökum Science og Safety sem heita ILIA og það er bara en það lítur að vera rosalegur styrkur að hafa þann bakkjarl. Já. Það er það. En hvað er þetta gamalt? Science og Safety? Já. Þetta verður til í Ástralíu bara 70 eitthvað. Já. Og þetta verður til þegar í rauninni það slær saman kannski svona lausnarmiðari nálgun og bara vinnu barnaverndarstarfsmanna í Ástralíu. Það eru 2 kallar sem að fóru að tala saman og uppgötvuðu að þeir höfðu sömu skoðanir á hlutunum og annar þeirra var svona frekar að lausna með þeir og hinn var svona dálítið mikið að horfa á hvernig barnaverndarstarfsmenn vinna og þeir sögðu, hei, eigum að búa til eitthvað og þeir fóru á stað með 120 barnaverndarstarfsmennum í Perth, held ég, í Ástralíu, allavega í Ástralíu og raunin varð Science og Safety til þar, þannig að það er mjög svona practice-based, þetta er ekki eitthvað svona sem var til einhverstaðar í skíjónum, þetta var til á akrinum og og út frá reynslu, þekkingu og fagmennsku. Já, akkurat. Já. Þannig að, og þar auðvitað er auðvitað mjög svona stéttaskipt og alls konar sem þeir eiga við sem við erum kannski ekki komin þangað, en auðvitað erum við líka með fólk í vinnu sem kemur annar staða, við erum að vinna með fjölskyldur sem að koma annar staða frá heldur Íslandi og þetta verkfæri er bara mjög gott líka í því. Þetta er svona alþjóðlegt tungumáli hvernig að tala til fólks. Og við vissum af þessu, við vorum búin að heyra af þessu, þetta væri komið til Bretlands, komið til Bandaríkjanna, svona enskumælandi heimi, Írar innleitt þetta inn í alla sína barnavernd, tösla, írska barnavendin innleitt þetta alveg á landsvísu, Norður Írar er búin að innleitt þetta og svo þegar einhvern veginn vorum að heyra Danir og byrja að kíkja á þetta og svo þegar Svíar fóru að innleitt þetta þá bara, ef Svíar eru þóra þessu. Já, þá var kannski komin tími til að við getum farið að stað í alvöru og við finnum það bara, þetta passar alveg inn í okkar hugarheim, þetta passar alveg inn í okkar kultúr, auðvitað er smá svona þetta, getum við farið að tala við nágrana og fengi bara einhverja, getum við farið að tala svona við fólk vanda, er það, og þá segjum við, já, MST er búin að vinna svona í mörg ár, þannig að þetta er hægt, þetta er smá svona hugafarsbreyting.
En sko, ef við förum aðeins að félagsráðgjöfunum á Akureyri sem einmitt í þessum verkum að þá nú til dæmis bara þagnarskyldan hefur nú verið stundum bæði vinur okkar en líka óvinur og talandi að við að fara að ræða að ég fara að ræða við nágranna sko hvernig förum við og hvernig tengjum við bara siðareglurnar okkar og allt það við þetta og þarna kemur, þetta mjög góð punktur og mér finnst svo gott að góð samstarfskona mín sem er lögfræðingur, þeir alveg góðir lögfræðingar og þannig að þó þeir geti stundu verið grimmir akkurat, þá rosa gott að hafa svona fólk sem kann lögin og kann bakvið lögin og skilur lögin og getur útskipt fyrir með lögin og mér er svo gott að hún segir oft sko persónuvernd á aldrei að hindra að setja hjálpa fólki persónuvernd á að hjálpa til þess að hjálpa fólki og lögin eins og barnaverndarlögin við að nýta okkur barnaverndarlögin við að nýta okkur barnasáttmálan við að nýta þetta lagumhverfi sem til en ekki vera hrædd við þau ekki halda þau sér til þess að hamla þannig að og ef maður horfir á það, þá farsaldalögin lykillinn að þessu að geta unnið svona vegna þess að þú ert alltaf í samtali við fólkið, þú ert alltaf að segja ok, það alveg sérstakt verkfæri það sérstakt aðferð innan Size og Safety hvernig finnurðu networkið hvernig finnurðu fólkið sem gæti verið stuðningurinn því að hvað það sem margir segja sem að berjast við eitthvað og skamma sín alveg niður í tær fyrir að barnaverndin komin inn í málið og svo segir barnaverndin ok, heyrðu, frábært hverjir getur komið að því að hjálpa þér í þessu bara ég þekki engan og þá farið að skoða getum við hjálpað þér að finna einhvern hvað þyrftur að finna marga hvern myndir þú hringja í ef að myndi springa vatnsleiðsla hvern myndir þú hafa sambandi við ef að þú farveik og barnið þyrfti aðstoð hvern myndir þú biðja að skutla í skólan ef að það væri skilur og þá alltaf einhver það einhver lausn það svo áhugavert að það alltaf að finna einhvern og þeir eru ótrúlega góður í að hjálpa semst innan Science og Safety bara einhver svona það einhver svona mindset eða hvað maður segja það einhver svona þú stillir bara inn á það alltaf einhverjir og við ætlum bara að hjálpa þér að finna þá það þessi lausnamiðað þetta mjög lausnamiðað og svo bara á viku 1 ætlum við að gera þetta viku 2 ætlum við að gera þetta, viku 3 ætlum við að gera þetta viku 4 þá erum komið þangað þannig að fólk veit nákvæmlega hvað það sem á að gera hvað á að gerast og hvað upplýsingar fara til hverra það bæði í farsaldalögunum og Science og Safety þá talar við fólkið og segir ok, til þess að við getum unnið saman með skólanum og með þessum og með þessum ættingja og þessum nágranna þá þurfa þau að fá upplýsingar hvað væri þú til í að við myndum segja þig og þá segir fólkið kannski bara ekki neitt það bara ekki láta vita þessu ok, en þá geta þau kannski ekki hjálpa okkur þá hefur þau ekki skilningaði hversu alvarlega eða hver staðan væri sniðut að segja þeim þetta ok, og eitthvað svona og svo þeim hjálpað að opna og ein aðferðin til dæmis tala að hjálpa að opna að stundum eru börn alveg áttavilt í því af hverju þessi barnavernd og hvað búið að gerast og af hverju má pabbi ekki vera á heimilinu eða af hverju ég ekki inn á heimilinu og þá sérstök aðferð sem heitir Words and Pictures eða orð og myndir þar sem að foreldrum hjálpa til þess að segja barninu sínu frá því með því að skrifa lítinn texta og teikna svona Óla Príkmyndir við hliðina og þetta getur virkað bara, wow, þetta amerískt en þetta svo áhrifaríkt þau búa til svona 6 til 12 hámar 24 svona frames eða svona ramma og segja þá og það alltaf byrjað á jákvæð það alltaf byrjað, pappi og mamma þau hittust þegar þau voru 17 ára þau voru ótrúlega ástfangin og þau gerðu marga skemmtilega hluti saman, þau byggu til 2 börn það eru þið, þeim þótti vænt ykkur en svo gerðist þetta vonda þá var til þess að Óli og Sigga gátu ekki lengur búið heima og svo haldið áfram bara að útskýra fyrir þeim hvað verið að gera þetta fólk að hjálpa pappa og mömmu til að sjá til þess að þau koma aftur eða þá að segja að staðan þannig akkurat núna, þá getið þið ekki flutt heim en við munum hjálpa ykkur þannig að og börnin fá þetta og geta lesið þetta því að þau hafa stundum ótrúlega mikla ágjör að því hvað að gerast og þau hafa stundum verri ágjör heldur en jafnvel raunveruleikin og ef þau eru kannski bara 2 ára þegar þetta að gerast þá fá þau þetta blað þegar þau eru kannski 10 ára eða 12 ára þegar þau eru komið aldur og þroska til þess að geta að lesa það þá geta þau lesið bara ok, það var þetta sem gekk á þarna var þetta erfiða þess vegna þetta stóri bróðir að fara af heimilinu eða þess vegna gerðist þetta þannig að þetta og maður svona sem maður veist bara já,
þetta bara eitthvað svo mannlegt, það það sem er líka í Science og Safety og það sem við erum að reyna að segja líka í farsaldinni, þetta á að vera svona mannleg nálgun. Ég er hérna tengiluð farsaldar, ég veit ekki allt en ég get hlustað, ég get spurt ykkur, ég get sorterað, ég get bent ykkur á, ég get pröfað með ykkur að finna einhverju sem gæti hjálpa til, ef að byrja á því ef að fá tengiliðin í leikskólanum að vera með okkur í þessu, af því að það er litli bróðir og það er erfitt á heimilinu, það eru veikindi, við þurfum öll að vera meðvituð það, nú þurfum að passa sérstaklega upp á þessi börn meðan að veikindin er á heimilinu, andláti fjölskyldu getur átt áhrif, bara alvarleg veikindi, skilnaður, úlingur sem að missir eða fyrsta kærastan hættir með honum og heimur hrynur, getum við hjálpað honum í gegnum, það þarf ekki að vera eitthvað risastórt en það getur orðið það sérstaklega ef það er ekki hjálpað í gegnum, sko. Og alveg sem Science og Safety, það er þessi mannlega nálgun, við vitum ekki allt mér minnir að það sé orðað þannig og maður er að reyna að rifja upp að það er eitt af því besta sem þú getur gert þegar þú ferð inn í barnaverndarmál, það er að viðurkenna að þú gætir haft rangt fyrir þér sem fagmaður mér finnst þetta ótrúlega flott af því að við allavega, ég hef alveg fengið að heyra það í mínu námi ég lærið í Svíþjóð og það var svona við vitum, við erum sérfræðingar, mjög mikil áhersla lögð á það en það var líka lögð áhersla á að við þurfum að vera meðvitum kosti okkar, veikleika okkar og við þurfum líka að viðurkenna að við vitum ekki allt en mér finnst Science og Safety einhvern veginn segja þetta svo skýrt, við förum þarna inn sem sérfræðingar en líka sem manneskjur og við ætlum að tengjast þessum manneskjum eins og þær leyfa okkur í þennan tíma og svo förum við þarna er þetta að tala um tengslin þetta er lykillinn að þessu. Hvað er það sem börn í fóstri eða börn sem hafa verið í barnaverndarkerfinu segja? Ég hef verið á risastóri ráðstefnu í Oslo í Noregi þar sem var verið að fjalla málefni barnaverndar. Það var örugglega 300-400 þáttakendur í þessum stóra sal og það voru alls konar eitthvað flott fagfólk að tala á sem ég er búin að gleyma hvað hét og hvað það sagði en það er einn fyrirstu sem er algjörlega brendur inn í sálina á mér. Það eru 5 ungmenni sem sögðu frá því hvernig var að vera barn í barnavernd og þau sögðu bara, af hverju eru þau ekki manneskjur? Af hverju talið ekki við okkur það sem er skemmtilegt? Af hverju munið ekki eftir hvernig við ammali? Af hverju ósku okkur ekki til hamingju með ammalið? Af hverju sendið ykkur ekki, vá hvað þú stóðstu vel í bílprófinu til hamingju? Síðan er það vissulega þannig að margir gera þetta en þau sögðu þetta öll og við að segja okkur frá okkar innstu og verstu leyndarmálum en ég veit ekkert um þig og mér fannst þetta svo áhrifaríkt og þau stóðu bara, hvað er að ykkur? Akkur eru þið ekki fólk við okkur? Akkur eru þið ekki manneskjur? Og þetta eru samtök sem heita Barnaverndarbarnen í Noregi sem eru bara frábær og í Svíþjóð er þetta Maskrosbarnen sem eru mikið að tala um þetta. Þannig að bara þessi mennska í barnaverndinni. En höfum við verið svolítið hrættir félagsráðgjafar að vera með mennska nálgun og tengsl, að þora að tengjast var það veikleikamerki á fagmennskun okkar? Ég veit ekki, kannski en ég þekki líka bara fullt af frábærum starfsmönnum sem er að tengjast sínum skjólstæðingum og bara sem eru í rauninni þeir sem halda þeim á lífi og eftir á segja bara eins og krakkarnir sem hafa verið á stuðlum og segja bara þetta starfsfólk, það bjargar bara lífi okkar þannig að mér finnst það væri mjög áhugavert að skoða áhrif barnaverndarstarfsmanna á börnin sem þeir eru að vinna með það er til þess að koma út núna bók í Svíþjóð um árangur í barnavernd sem er lítið talað heldur en oftast talað það sem er að í barnavernd þannig að jú, kannski höfum við verið feimin við það að vera við sjálf og svona, ég veit það ekki en mér finnst það einhvern veginn þeim starfsmennum sem gengur best í barnavernd, það eru þeir sem eru þeir sjálfir og þora að tengjast sínum skjólstæðingum og þá mæni ekki á að þeir taki yfir og verði einhvers konar foreldrar, þetta er bara fullorðið fólk sem þykir vænt þennan krakka sem þeir eru að vinna með sama hvaðan hefur verið að bralla og taka upp á því oft eru þessir krakkar hafa þau ekki upplifað það að einhverjum trú á þau, einhver treystið þeim, einhver tali við þau eitthvað sem skiptir máli
En ef við förum þá einmitt í framtíðina, sko, ef þetta gengur upp og við sjáum fyrir okkur að sveitafélögin taki þig trúanlega og fara að leggja miklu meira áherslu á farsældarlögin og þetta verkfæri sem að virðist vera allstaðar að slá í gegn. Sko, ef þetta gengur ekki upp, hvað verðum við þá eftir 5 ár? Já, hvað verðum við þá ef þetta gengur ekki upp? Já. Þá erum við náttúrulega bara ennþá þessu stað þar sem að við höldum áfram að fá fjölgun inn í barnavendina, við höldum áfram að börnin í dýrustúra í landsins, við höldum áfram að safna inn á biðlista sem auðvitað, ég er ekki að segja farsældarlög eða sensosafety leysi biðlistallinins barna með taugaþroska vanda, þau börn eru þetta alltaf og verða alltaf til, en við getum kannski búið til betra umhverfi í kringu þau. Já. Þannig að auðvitað væri það ótrúlega dapurt ef það yrði þannig, og ég hugsa líka að það yrði myndi þýða enn meiri starfsmanna skipti að fólk bara hætti á að trúa þessu ef okkur tekst þetta ekki að það væri mikil vonbrigði og ég held að margir yrðu svektir og það myndi þýða bara minni það myndi þýða verri þjónustu náttúrulega eins og mér finnst það. En þá skulum snúa spurningunni við og segja hvað þarf til þess að þetta gangi og þú sjáur þetta í blóma eftir 5 ár. Já, við þurfum stuðning yfirvalda, stjórnvalda, við þurfum skýran stuðning stjórnvalda, við þurfum að tala um þetta, við þurfum að tala um börn sem að þau eru mikilvægasta fjárfesting í breiðum skilningi, ekki bara fjárhagslegum, líka bara félagslegum og alls konar, þau eru besta og mesta fjárfesting hvers samfélags og við þurfum bara að fara leggja áherslu á þetta, við þurfum að tala um það, við þurfum að bæta vinnuumhverfi félagsráðgjafa í félagsþjónustu og barnavend, við þurfum að bæta við starfsfólki. Ég held að það er ekkert gott að fólk sé með kannski 40, 50 og upp í 120 og meira fleiri mál í félagsþjónustu og barnavend. Það er enginn sem kemst yfir það. Þannig að almennt er miðað við svona 20-25 mál og í löndunum í kringum okkur er farið að tala um 12 mál í barnavend sko. Þannig að En með science og safety erum við að líka að reyna að horfa á það, ok, við erum með þetta álag, hvernig getum við sorterað málin sem að við getum farið inn, unnið hratt og örugglega og út aftur og lokaðin. Þannig að það er þetta þannig þegar maður er með allt og mörg mál, þá er þetta kannski mál sem að maður ekki geta sinnt og þá halda þau áfram og þau halda áfram jafnvel árum saman. Það er ekki gott. Þannig að ég hef trúið að þetta ég hef náttúrulega trúið að okkur takist þetta að ég hef ofur trúið að þetta sé skynsemi og ég hef ekki ennþá heyrt neitt segja farsældarlögin, það er nú meira ruglið ég hef ekki heyrt þessa setningu ég hef alveg heyrt fólk segja þetta er erfitt, af því að það er erfitt að innleiða nýja hluti, það er erfitt að vera með allt og mörg mál og eiga að fara að innleiða science og safety og ég skil það en við verðum bara að komast yfir þetta og þar er bara hlutverk stjórnmálamanna sveitarstjórnar og í ríkisstjórnar og náttúrulega yfirmanna að ganga undan með ótrúlega góðu fordæmi og tala þetta upp tala okkur í gegnum þetta því að það eru þannig að innleiðing er bara, það er allir rosa þetta er geggjað, og svo bara raunveruleiki, nei, þetta er ekki hægt og svo bara, þetta er að gerast, jú og svo bara, þannig er innleiðing hún er ótrúlega mikið öldugangur. Já, en mér langar svona að því að þú hefur svo langa og farsælan feril að baki sem félagsráðgjafi í barnavend hvað er þér svona minnistætt sem inngrip sem þú sást einhvern veginn strax að skipta öllu máli sem er svona málið sem að fór alveg inn í hjartað þitt Viltu deila með mér? Já, ég sko hvað á maður að segja þetta, ég þegar ég vann hérna á dagkrunum sem er svolítið síðan, en samt þá fannst mér svo ofsalega mikilvægt að hitta
hitta þessa krakka og vera nálægt þeim. Þannig að við byggum til strákahópi í Hafnarfirði og stelpópi í Garðabæ og vorum að reyna bara tala við þessa krakka, benda þeim á eða sýna þeim að væri að gera hluti öðruvísi, nota þessa ótrúlegu hugmynda auðgið þeirra sem þau nota kannski ekki skynsaman hátt að okkur fannst í það að gera eitthvað skynsamara, sýna þeim aðra leiðir, sjá til þess að aðrir fengju trúa þeim og það það sem mér hefur fundist best sko. Eitt eiginlega besta upplifun mín af svona barnaverndarmáli, það semst að eitthvað hafi verið árangur einhverju, því að stundum hugsa maður bara gerði maður eitthvað gagn í öllu þessu. Það ég hef sagt þess að sögu áður og ég get sagt hana í þessu hlaðvarpi að ég var eins og í sundi í ónefndri sundlaug í Hafnarfirði og í sturtu og þar eru menn almennt bara naktir og eitthvað svona og þá kemur til mín ungu maður og bara nei, Páll, þetta ekki þú? Og ég bara, jú, ekkert alveg hver þetta var og hann ekki bara gefum þetta risa knús í sturtunni og þetta ekkert svona almennt það sem hann gera, alltaf ekki í kallaklefanum og svo fór hann að segja mig frá því að mannstuð og ég var svo geðslega erfiður og ég var svo mikið vesen á mér og þú varst alltaf að tala við mig að þetta væri betra og þú gætir og ég væri traustinsverður og ég ætti að stefna þangað og ég gerði það og ég núna, ég á bíl og barn og konu, hann sagði þetta einmitt þessar röð og fyrirtæki og ég bara ok, frábært geggjað og svo bara fór hann og ég var heilleikari nátt á með hver þetta var en svona náttúrulega bara og ég alveg vissum að mjög margir hafa hitt einhvern og Arnar Hól eitthvað bara nei, blessa, manstu eftir mér eða eitthvað svona og þetta það sem að gefur manni þessa orku að vera í þessum bransa að þetta skiptir máli, við skiptum máli en við verðum líka að vera í vinnuaðstæðan þar sem við getum þar sem að þetta gerlegt og við verðum að hafa trú og hafa verkfæri og hafa náttúrulega úrræði sem að til þess að geta sinnt þessu starfi og ég held að farsaldin og science og safety sé tímamót og ég fer ekki ofan að því ég hef kallað þetta á þegar ég verið að halda fyrirlestur á ensku að þetta sé turning the tide, við erum að snúa við flóðinu, við erum að stoppa þetta flóð inn í barnaverndina við ætlum að byrja fyrr, við ætlum að hjálpa börnum fyrr, fjölskyldum fyrr við ætlum að gera sem við getum til að hlusta, sjá, vera til staðar þykja væntum og benda á, leiðbeina, hjálpa áður en vandinn verður ofurerfiður og flókinn en við ætlum líka að sinna því betur og markvissar. Við skulum hafa þetta lokaorðin og bara frábært að fá þig Ingar og ekki halda þetta sé bara fyrst og síðasta skipti sem ég kalla á þig en takk fyrir þetta og takk fyrir að hlusta. Takk fyrir mig.